það efast engin að sko Íslensk erfðagreining er alveg gríðarlega merkileg rannsóknarfyrirtæki en sko en fjárfestandi vilja alltaf fá eitthvað fyrir þetta og maður spyr svo var Kári kannski að reka svona sína prívat rannsóknarstofu, það nú lengi verið vangaveltur að Kári hafi eiginlega bara áhuga einu nú orðið. Líka sagt? Nei, það er að verða að fá Nóbelsverðlaunin. Nú, það er bara svoleiðis. Já, hann segist vera fremsti genasérfræðingur í heimi. Ég trú hann alveg með það. Þú trúir öll það ekki sem Kári segir? Nei, það er ekki alveg rétt. En ég hins vegar að segja að það er ekki, mér finnst ekki öll sagan sögð í þessu efni, en sko, ég held að sko metnaður Kára, hann er hvað 76 ára gamall. 76 ára, já. Og hann metnaður hans hafi staðið fyrst og fremst á þessu grunnrannsóknarsviði. Ég er ekki að segja að það hafi verið að því að hann hafi bara verið með Nóbelinn í sigtinu, en ég meina það hefði ekkert komið óvart. Ég hef heyrt að menn get ekki hort á mikilvægi hans á þessu sviði ef það fær bara athygli Nóbelsverðlauna nefndarlega en peningamennir í Amgen, þeir eru kannski bara að hugsa eitthvað allt annað. Já, sko, það er þannig að hann hefur sagt það sjálfur að sko Íslenska erfðagreining kom hérna inn á hlutabréfamarkaðan á sínum tíma í kringu 1990 undir nafninu Decode og þar töpuð ýmis sveitarfélög talsverðum fé á sínu tíma. Þau seldu kvóta með annars þetta á Raufarhöfn, Jökull, þetta er það fyrirtæki og keypti Decode og hækkaði svolítið til að byrja með. Hækkaði til að byrja með og þetta var svona ævintýra líkast. Hann notaði nú aldrei þarna ríkisábyrgð sem að Davíð var gagnrýndur fyrir að láta hann fá en reyndi aldrei á hana. Þannig að hann verður strax umdeildur sko meðal bara fjárfest vegna þess að ýmsir íslenski fjárfestar hafa tapað á Kára Stefánssyni.